Sunnlendingum. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 20:11 og það er komið tími á síðasta viðtal kvöldsins í sportþættinum og það er engin annar en selfisingurinn og leikmaður IBVF í Ólisteild karla í handbolta Einar Sverrisson. Komdu bless á svellum ekki? Blessaður. Hvernig hefur það þarna í Vestmannaeyjum? Bara ljómandi. Já, herðu, þú varst að spila núna Evrópuleiki, 2 Evrópuleikjum helgina. Já. Og þér gekk alveg bara mjög vel sem leikmann? Já, mér gekk ágætlega svona. Það er samt alltaf eitthvað sem að laga. Áður nokkur sem tuttu hjá mér. Það er rétt, það er svona. Mér gekk ágætlega. Já. En hvernig er svona stemning í Eyjum fyrir leiktímabilið sem er nú bara að hefjast næstu helgi? Herðu, hún er bara mjög góð. Það er svona. Náttúrulega Íslandsmeistar og þeir eru stemningsfólk sem býr hérna og mér sýnist þeirra stemning fyrir þessu. Já. Það er svona, þetta fyrir að dæta í gang núna. Og hvernig þú býrð í Vestmannaeyjum eða núna? Já, ég það er svolítið langt að keyra á einhver. Eða taka bátinn og nei, ég er hérna og bý hérna. Já. En voru hérna, nú var 2 Evrópuleiki núna helgina og var stuðningsmannasveitin Hvítu Riddararnir mættir hérna á staðinn? Þeir voru hérna á Fjölmenntu og voru helviti flottir. Já. Mjög ánægður með þá og það var bara gaman að spila undir þeim í þetta. Ef þeir ætla að vera svona, þetta er alveg frábært að hafa eitthvað svona á bakvið sig. Það munar miklu að hafa eitthvað svona alveg með söngva og læti. En þið, þetta lið sem þið voru að keppa móti Maccabi, var þetta svolítið stertlið? Þið áttu nú alveg séns í þessum leikjum báðum? Já, ég vil meina að við á góðum degi geta klárað þetta bara. Við vorum á góðri leið með það í seinni leiknum en svo bara datt einhvern veginn botninn úr þessu en fyrir leikunum var ekki alveg nógu góður hjá okkur. Varnarlega og sóknarlega þá áttum við mikið inni allir og fyrir leiknum sunnudaginn þá var allt annað yfir þessu hjá okkur og komist þarna á tímabili alveg einhverjum 3-4 mörkum yfir en svo í lokinu þá dætti þetta eftir niður okkur og við mistum þá frá okkur og þeir jafna og komast yfir og þá svona fjaraði þetta út. En hópurinn sem þið eru með núna fyrir komandi tímabili er allir heilir fyrir leiktímabilið? Er eitthvað meiðsli þarna? Það er einhver meiðsli, það er Andri Heimir er búinn að vera meiddur. Sneri sig á Hafnarfjarðarmótinu núna og hann er reyndar að koma núna fara dett inn bráðum og hann ætti að fara dett inn og vera klár núna fyrir Íslandsmótið held ég og aftur á móti Sindri Haralds það er eitthvað að rjákallinn, hann er varnartrölli, heimakletturinn, það er eitthvað að rjá hann, nárin er eitthvað fjandi. Já, og getur þú ekki bara að fara að hressa upp og gefa honum mjólk frá Selfossi? Jú, hann er beint frá bíli eða ekki? Jú. Það er svona, ég veit ekki, það er eitthvað að reyna sjöslunum saman, það er ekki alveg komið ljós hvað er að hjá honum, ég held að hann sé bara að bíða eftir einhverju svona spesialistum til að segja hann hvað sé að, þannig að sé hægt að fara að vinna í því en það er alveg ég held að við þurfum á honum alltaf að koma honum í gang og fá hann þarna í hjarta varnarina til að stjórna þessu ekki það að við séum með menn sem geta tekið við því starfi en það er alltaf mútið slæmt að missa hann. Já. En þið eru með í þessu liði, þannig ertu byrjaðar að æfa með svona göðnum liðsfélaga meðal annars Guðna og svona? Já, maður þekkir náttúrulega Guðna frá Selfossliðinu en hann náttúrulega bara, fýtt félagi og bara góðir. Og í fyrsta leiknum sem þið mætið það eru F-háingar í Kaplakrika? Það er F-háingar á föstudaginn, já. Það er fyrsti leikurinn okkar. Og þar er Ragnar Jóhansson og fleiri sem mæti ykkur?
Já. Allt út í selfisingum? Raggi og Andri Rafn þarna líka. Já. Þannig að það ætti að vera, já, það eru í selfisingum sem allt. Já, selfisingum. En það er... Það eru bara fýt leikur, spennandi leikur held ég og ég kveit bara alla til að mæta á Hafnarfjörðinn á föstudaginn. Og svo er hörkuleikur mitt líka föstudaginn á sama tíma á Selfoss, þannig að það verður erfitt að menn þurfa þá að bruna bara úr Kaplakrika. Leikurinn þinn hefst klukkan 6. Já. Og svo bruna á Selfoss Hamranir. Já, ég held reyndar að ég veit ekki hvort þið náið því. Ég held að við förum beint heima aftur og síðan leik á mánudeginum hérna heima strax, þannig að maður þarf að fara bruna heim og fara að snúa sér að næsta verkefni, sko. Já. En ef tími gerst til, þá nú gaman að horfa á leik hann í Vallaskóla. Var það voru ekki nýja liðið Mílan? Jú, nýja liðið Mílan. Þeir spila á laugardeginum á Selfossi gegn Hömrónum. Já, þeir taka daginn eftir. Já. Og þannig að, en þar eru þínir, já, það eru mjög margir góði vinir þínir í því liðið, ekki satt? Jú, það er bara, ég held ég geti bara talið bara á öllum tám og fingrum kunningja á félaga sem í því liði, sko. Og hvaða leikmann í því liði hlakkaði mest til að sjá spila í fyrstu deild karla? Sko, ég hlakka mest náttúrulega til að sjá Birgir Örn fara inn úr horninu og taka snúningi sinn fræga. En það er náttúrulega gaman að fylgjast með Örni Þrastar, hann er segur. Sjá hann á miðinni. Já. En svo bara allir hann vonandi einhverju gamlar kempur, svo ég var Gretaðs og allir náttúrulega bara setjast að einhverja sýningu, sko. En svo eru margir, já, gamlir eða ekki úr, já, þínum gamla flokki svona, sem eru fættið 93, 92 og 91 sem voru að æfa með þér í yngri flokkum. Þeir eru það ekki í þessu liði? Sem að hafa ekki sést á handboltavellinum bara frá því að, já, þegar koma því að skoða stelpur eða hvað? Já, það er eitthvað það er einmitt fínt fyrir þá. Þeir eru náttúrulega langar að vera í þessu en eru kannski ekki með tíma til að æfa í viku og vera að stunda að tala 100%, þannig að fínt fyrir svona bara tegja og menn sem eru í vinnu og taka þetta með og fá að stunda áhugamáli sitt samt sem áður á einhverju aðeins hærra level en einhverju svona utandeildali. Já, því að nú hæfileikarnir eru þarna til staðar. Já, margir hverjir eru bara mjög segir. Þó að ég ætli nú, já, þeir eru bara, ég held reyndar að þeir með eftir að ganga bara alveg ágætlega, geta strýtt mörguliðið hann í deildinni held ég. En nú er búið að vera, þú ert búin að vera öll þín ár á Selfoss og ert núna að prófa nýja leiðir, en hvernig er svona, já, það er náttúrulega skrítið það ekki að vera ekki í Selfoss-búning núna? Jó, það er það búið að venjast núna, ég átti mjög erfitt með það fyrst, við spilaðum með þetta æfingarleiki við Selfoss í eigum 2, einhverja helgina í ágúst og strax eftir leik þá lenti ég í því meðalega atviki að ég labbaði beint að IBVF-begnum og byrjaði að þakka fyrir leikinn. Ég áttaði mikið á því að ég væri ekki lengur í vínrauðabúningum. Þannig að þú fórst til liðsfélaginu og þakkaði þeim fyrir leikinn? Já. Það hefur verið ansið gott atriði. Já, en nei, það er svona, ég held að það sé bara ágætt að prófa hana og svona, ekki alltaf vera í hreiðrinu sínu, bara heldur að fá nýjar áskoranir og svona. Já. Nýtt umhverfi og nýjar áherslur. En hvernig heldur að, já, Selfoss-liðið núna spjari sig? Nú ert þú náttúrulega ekki með þeim, og já, er þetta ekki samt alveg, þetta er gríðarlega sterkur hópur sem er þarna í Selfoss-liðinu og já, á ekki Selfoss heima í Ólafsdeild karla? Ég held að þeim megi eftir að ganga mjög vel í vetur. Þeir komið virkilega óvart en þeir komið til þess að spila við okkur. Þá áttu við til þess bara í basli með þá, sko, fyrsta leiknum. Og ég sagði við marga hverja eftir þess að þið spilir svona í vetur og þá ekki verið vandræðum með neitt lið í fyrstu deildinni.
Þannig að þeir eru alveg 100% allan tíma, þá held ég að sengi var á því að þeim eftir að ganga mjög vel í vetur. Já. En eftir á móti þá sem sagt þurfa að halda einbeitingu allan tíman. En kvennalið Selfoss, hefur eitthvað fylgst með því? Voðalega lítið. Já. Ég bara náttúrulega aðalega veit ég að það er sami mannskapur og pluss Kristrún sem kom tilbaka. Og svona smá meiðsli með í leikmönnum? Já, ég reyndi að þekki það ekkert. En IBVF stelpur, hefur eitthvað séð til þeirra? Já, bara eitthvað á æfingum, ég verð nú að viðurkenna það, ég þekki ekki eitt andlit þarna. Ég þekki ekki svona neitt andlit þarna, ég verð að viðurkenna Nei, nákvæmlega. Fróður þennan kvennabólta þótt að sé skandall. En það er bara, þær eru sterkar. Það er búin að sjá nokkra leiki hjá þeim hérna. Ef ég læti rifja núna aðeins upp tilbaka í tíman að þínum árgangi sem voru í handbolta sem voru fæddir 91, 92 og 93 hérna á Selfossi. Hverjir voru svona leikmenn á þessum tíma þegar þið voru svona konin upp í úlingsárin? Svona í kringum þriðja annan flokk. Og er eitthvað að þessu leikmennum sem eru kannski bara týndir í dag og eru kannski ekki í Mílanliðinu og ætti að fara að skella sér? Það eru nokkri sem eru náttúrulega bara hættir en aðrir hafa náttúrulega alltaf í markinu Helgi Lins og Sverrir. Helgi eru náttúrulega báðir bara á Selfossi. Svo þarna í kringum þriðja flokkin á náttúrulega Árni Steinan er farin í Hauka. Það eru Siggi Mári svona aðalega sem kemur upp í hugan sem er svona hættur. Ég veit ekkert hvað er orðið hann var í Háká hann í fyrra. Já. Spurning hvort hann taki ekki bara Mílan í vetur. Mílan eða hvað? Já, Mílan, já. Liðið heitir Mílan. Já. Ef ég sé það hérna rétt. Það er Mílan. Mílan. Já, svo er það alltaf Matti alltaf langstærstur og sterkastur og það er engið við hann. Nei. En svo náttúrulega væri ég til að sjá gamla varnarturöldi Sissa, Sigurþór Þórsson. Það var nú gaman að sjá hann á vellinum aftur. Já. Var þetta kletturinn hjá ykkur? Hann var alltaf varnarturöldi. Svo voru hann að Þóru Orri náttúrulega. Já, Þór Davíðsson júdókappi og Orri já, hvað er Orri í dag? Er hann ekki alltaf í parkour eða? Jú, hann er einhvers staðar í Nýja-Sjálandi bara að hoppa á milli húsa eða eitthvað. Já, nákvæmlega. En Einar, þá hvetur allar það ekki að mæti í Kaplakrika og þú ætlar að refsa Ragga Jóhanns, eða ekki? Jú, ég ætla að reyna eitthvað að taka honum. Já. Og skella honum að eraflöðinu eitthvað. Já, þú allan að sýnir honum það að það er líka til, já, það er fiskur í eigum á móti mjólkinni þarna í Kaplakrika. Það er fiskur í eigum. Já. Nákvæmlega. En þú hefur það samt gott í Vestmannaeyjum og já, hvað gerur annað en að stunda handbolta? Herru, ég er í vinnu hérna bara til að vagna og hann er hundlega áka heima. Já, nákvæmlega. Svo fær maður og getur maður skroppið á hátíðinæfingar og nákvöldinn. Þannig að það er nóg að gera. Og er kærastan með þér hérna í Vestmannaeyjum? Jú, hún er bara hérna að læra. Já. Það er glæsilegt, þannig að það fer bara vel ykkur hérna í Vestmannaeyjum. Það er stanslaust þjóðhátíð. Það er stanslaust þjóðhátíð. Það held ég nú. Við ætlum að enda þessu viðtalið núna bara og slóra á skít í laginu. Já. Er það ekki aðalega lagið? Ég held að það sé bara vel við hæfi. Það er vel við hæfi. Einar Sverrisson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, það verður gaman að fylgjast með í Ólís-deildinni í vetur. Já, gangiði vel. Takk fyrir mig. Þessar. Já, þáttu kvöldsins verður ekki lengra sinni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustununa. Ég minni á íþróttaviðburðin sem eru framundan. Það er hérna núna norður á Akureyri hausthlaup UFA á 50-daginn. Það hefst klukkan 7:30, vegalengdir 10 km, sama braut og hlaupin er í Akureyrarhlaupinu og það var mælt í júní í sumar. Svo er fullt af öðrum íþróttaviðburðum framundan. Það er náttúrulega í fótboltanum. Nú er heldur betur veislan hafin, körfuboltatímabilið að hefjast og fleira.
Byrjum á leiki vikunar á fimmtudaginn í Pepsi-deild karla eru 2 leikir, Víkingur Reykjavík og Stjarnan og FH og KR eigast við. Þetta eru 2 stórleikir. Víkingur Reykjavík er í 4. sæti deildarinnar með 30 stig, Stjarnan í öðru sæti með 42, á meðan FH er í 1. sæti með 44 stig og KR í 3. sæti með 35. Við erum að tala um þarna 2 alvöru leiki sem hefjast á sama tíma klukkan 5 á fimmtudaginn í Pepsi-deildinni. Heil umferð í fyrstu deild karla á laugardaginn. Gott er betur en það, þetta er loka umferðin. Haukar og Víkingur Ólafsvík eigast við á Senekvellinum í Hafnarfirði. Víkingur Ólafsvík í 3. sæti með 36 stig en Haukarnir í 8. sæti með 29 stig. KVF og Þróttur Reykjavík eigast við á Gervigrasvellinum í Laugardal og Þróttur Reykjavík er í 4. sæti með 34 stig, 2 stigum eftir Víking Ólafsvík, á meðan KVF eru fallnir í 11. sæti með 18 stig. BI Bolungarvík og HK eigast við á Torfanesvellinum. Sá leikur verður ábygglega mikið skemmtun. HK í 7. sæti með 31 stig á meðan BI Bolungarvík er í 10. með 25 stig. Grindavík og Selfoss eigast við á Grindavíkurvelli. Grindavík er í 5. sæti með 32 stig á meðan Selfoss er í 9. með 26 stig. Og svo er það Pepsi-deildarlið Leiknir sem fá botliðið Tindastóli í heimsókn. Leiknir í 1. sæti með 45 stig og meðan Tindastóli í 12. sæti með 4 stig. Svo er það stórleikur á Akureyrarvellinum, það er KA IA í öðru sæti með 42 stig og meðan KA í 7. með 30 stig. Og svo er lokaumferðin líka í annarri deild karla sem er nú heldur betur þétt dagskrá því að þar eru menn að berjast fyrir lífi sínu að halda sér í deildinni, en Völsungur er í neðsta sæti með 19 stig á meðan eru 3 lið í 9. til 11. sæti með 21 stig, Afturhelding, Njarðvík og Reynir Sandgerðir, og Ægir er í 8. sæti með 23 stig. Þyljum upp þá leiki sem er í gangi. Það er IR Dalvík Reynir á Hertsvellinum. IR í 3. sæti með 37 stig og meðan Dalvík Reynir í 7. sæti með 27 stig. Reynir Sandgerði og Fjarðabyggð eigast við á N1 vellinum. Fjarðabyggð náttúrulega í 1. sæti með 50 stig á meðan Reynir Sandgerði er að fara að berjast fyrir lífi sínu þarna í 11. sæti með 21 stig. Afturhelding Ægir eigast við á N1 vellinum í Varmá. Það er Ægir sem er í 8. sæti með 23 stig meðan Afturhelding er í 9. með 21 stig. Þannig að þetta er alvöru fallbaráttu slagur þarna á ferð. Huginn og Njarðvík eigast við á Seyðisfjarðarvelli. Huginn er í 4. sæti með 37 stig á meðan Njarðvík er í 10. með 21 stig. Og þá er það KF Grótta sem eigast við á Ólafsfjarðarvellinum. Grótta í öðru sæti með 41 stig á meðan KF í 7. með 27 stig. Og svo er það Sindri Völsungur á Sindravelli, en Sindri er í 5. sæti með 30 stig og Völsungur er í 12. með 19 stig að berjast fyrir því að halda sér í deildinni. Þetta er rosaleg þessi loka umferð sem verður hérna. Hvaða lið fellur? Verður það Ægir, Afturhelding, Njarðvík, Reynir Sandgerði eða Völsungur? En ef við förum aðeins í gegnum hvaða næstu leikir eru áfram, það er leikir á sunnudaginn. Það er heilumferð í Pepsi-deild karla þá. Allir leikinni hefjast klukkan 4 og það er Keflavík og Fylkir, FH Fram, Breiðablik Víkingur Reykjavík, KR IBVF, Valur Þór og Fjölnir Stjarnan. Svo er Pepsi-deild kvenna næstkomandi mánudagskvöld, eða þeir leikir hefjast korter yfir 7. Breiðablik IA, FH Selfoss, Fylkir, Þór Káa, Stjarnan Afturhelding og Valur IBVF, og þessi leikir eru korter yfir 5. Þá að handboltanum, því að nú er Ólafsdeild karla að hefjast og á fimmtudaginn fara fram 4 leikir. Í Austurbergi er það IR Valur og í N1 höllin er Afturhelding Stjarnan og í Digranesi HK Akureyri og í Framhúsum Fram Haukar. Í Kaplakrika á föstudaginn FH IBVF klukkan 6, en hinni leikinu sem eru á fimmtudaginn eru klukkan 7:30. Svo sunnudaginn í Senekvöllin er það Haukar Akureyri klukkan 3 og svo í Vodafone höllinni klukkan 7:30 Valur Afturhelding. Svo mánudagskvöldi næstkomandi klukkan 6 í Vestmannaeyjum IBVF IR og í Mýrinni er það Stjarnan HK og í Framhúsum Fram FH og þessi leiki klukkan 7:30, þessi 2 síðustu sem ég þeldu. Nú í Ólafsdeild kvenna, hún hefst núna á föstudaginn næstkomandi með leik Gróttu og HK klukkan 6 á Hertsvellinum. Svo klukkan 8 í Kaplakrika er það FH Haukar. Í Framhúsunum á laugardaginn klukkan 12:30 er það Fram Selfoss
og svo klukkan 2 í Mýrin að Stjarnan Fylkir og klukkan 3 í Vodafone höllin Valur K.A. Þór og í Austurbergi klukkan 4 það IR IB VAF. Og fyrst til karla sem hefst núna á föstudaginn þá eru 3 leikir á föstudaginn næsta. Fyrsti leikurinn klukkan 7:30 það Fjölnir IH, svo í Hertsvöllinni það Grótta Þróttur og svo á Selfossi það Selfoss Hamrarnir. Þeir leikir á föstudaginn klukkan 8. Á laugardaginn í Víkinni það Víkingur KR klukkan 2 og svo á Selfossi það Mílan Hamrarnir klukkan 4:30. Þannig nú það eru 9 lið skráð til leiks í fyrst til karla þetta tímabil. Svo ætla ég að minna á það í Lengjubikarnum í körfunni, þar er náttúrulega fullt af leikjum framundan. Á morgun það Valur Fjölnir klukkan 8:30. Svo miðvikudaginn það Grindavík Haukar og Njarðvík KFÍ, Snæfell IR og Keflavík Stjarnan. Þessi leikir hefjast klukkan 6:45. Svo það á föstudaginn Haukar Fjölnir. Og kvennamegin þá eru leikir annarkvöld Valur Haukar, Snæfell Keflavík og Njarðvík Hamar og KR Grindavík. Þessi leikir hefjast allir 6:45. Svo það á fimmtudaginn Breiðablik Valur klukkan 6:45 og Fjölnir Snæfell. Segjum þetta gott að bili í sportþættinum og náttúrulega þetta og fleira til. Það má heyra öll viðtöl úr þætti kvöldsins strax í fyrramálið. Þetta verður allt komið inn þá. Viðtal úr síðustu 3 þáttum. Ég heiti Gestur frá Hæli, ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustununa í kvöld og við heyrumst hress og kátt eftir viku og auðvitað verður held ég Suðurland FM ábygglega á næsta leik IBVF sem KR IBVF í Vesturbænum klukkan 4 á sunnudaginn. Sá leikur verður sennilega í beinni lýsingu hérna á Suðurland FM. Minn ykkur að á Facebook síðuna Sportþátturinn og líka á Suðurland FM, það alltaf eitthvað að gerast á Suðurland FM síðunni og skemmtilegt dagskrá. Öll viðtöl hægt að finna á suðurlandfm.is. Ég heiti Gestur frá Hæli, þakka fyrir mig í kvöld, njóti vikunum sem framundan endum þáttinn á Slór og Skít. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.